Og þá komið að 6. lið á dagskrá Þursarholt 2-18 breyting á deiliskipulagi vegna stækkunar hjúkrunarheimilis og ég ætla að biðja varaforstöðum að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Málstilboði fyrir Hallabjörg Reynsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það kom á dagskrá hér liður 6 í fundargerð skipulagsráðs frá 10. september. En samkvæmt gildandi deiliskipulagi Holtahverfis á lóð Þursarholt 2 gert ráð fyrir byggingu hjúkrunarheimilis fyrir alltaf 80 rými. Á lóð 4-12 gert ráð fyrir uppbyggingu íbúða fyrir 60 ára og eldri, auk möguleikunum á byggingu þjónustumiðstöðvar, það byggingu til samræmis við hugmyndir svokallaða lífsgæðakjarna. Nú lögð fram tillaga sem felur í sér byggingu hjúkrunarheimilis með allt að 100 rými fyrir möguleikunum á að það veri stækkað 40 rými síðar. Felur það í sér að afmörkuð ný og stærri lóð fyrir hjúkrunarheimili sem nær til lóðar við Þursarholt 2 til leiðrétting 14-12 og 14-18 og hluta lóðar 2. Þá gert ráð fyrir að afmörkuð verði íbúðarhúsalóð fyrir 2 3 hæða fjölbýlishús með eindreginni 4. hæð á suðvestur hluta núverandi lóðar nr. 2. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillaga breyting á deiliskipulagi Holtahverfis sem nær til lóða við Þursarholt, byggt á fyrirliggjandi gögnum, verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Og bókun skipulagsráðs undir þessum lið hljóðar svo með leyfi forseta. Skipulagsráð fagnar þessum fyrirætlunum hjúkrunarheimili við Þursarholt sem gera þó að engu stórbrotnar hugmyndir lífsgæðakjarna á sömu slóðum. Það því brýnt að leggja sem allra fyrst undirstöður að uppbyggingu lífsgæðakjarna vestan Hagahverfis og Kjarnagötu. Og bara svona aðeins til þess að koma að þessu máli, við höfum bara átt í heilmiklum viðræðum, má segja, við EBAK og félag eldri borgara hér í bæði, að þarna verði rísi lífsgæðakjarni og síðan þegar því skipulagi og uppbyggingu yrði lokið þá myndum við færa okkur vestan við Kjarnagötuna. Þegar það kemur síðan upp að ríkið hefur áhuga á því að fjölga rýmum og stækka þar með hjúkrunarheimilið, þá að sjálfsögðu eins og við hefum gert frá upphafi, eða frá, ég held að þessi búið að vera í gangi þetta verkefni í 7-8 ár og ekki ennþá búið að taka fyrstu skóflustuðninguna, þá hlaupum við hratt og reynum að vera ekki fyrir. Og segjum bara já, það skynsamlegt, væntanlega rekstrarlega skynsamlegt að hafa hjúkrunarheimili stórt og 140 rými, við ætlum ekki að standa í vegi fyrir því að það byggist hér upp enda biðlistin núna 80 rými. Þannig að við mátum það sem svo í skipulagsráði að við myndum ekki standa gegn þessari breytingu, heldur leggja til við bæjarstjórn að hún yrði auglýst, en jafnframt að þá myndum við flýta því að fara í að skipuleggja vestan við Kjarnagötu. Þannig að við kæmum á skipulag einhvers staðar þessum umrædda lífsgæðakjarna sem við höfum öll áhuga á að rísi hér í bæ. Ég hef síðan þessi fundur var haldinn, óskað eftir því við formann öldungaráðs að finna tíma þar sem að öldungaráð myndi þá funda með bæjarstjórn þessi mál. Takk fyrir það, orðið laust. Næst tekti máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Hvað í bíp gerðist, hugsaði ég, þegar ég frétta þessari nýjustu vendingu í uppbyggingu hjúkrunarrýma. Í vor kemur Inga Sæland norður og skrifar undir samning uppbyggingu 80 hjúkrunarrýma í Þursarholti en samhliða fóru fram miklar viðræður við ríkið hvernig þetta standa að útboði lóðar undir íbúðir fyrir eldri borgara eða 60+ sem geti tengst hjúkrunarheimilin svokallaður lífsgæðakjarni. Í því sem ég held að verið gert í algjörum hálfkæringi eða gríni var óskað eftir 100 rýmum í stað 80 þegar Inga kom norður en hún var í stuði og stökk á þetta sem þýddi að enn og aftur þurfti að taka hring á skipulaginu og fresta útboði.
Að mér vitandi, eins og kynnt var í bæjaráði í vor og eins og við vorum búin að ræðinni skipulagsráði, það var allt klappað og klárt og við tilbúin í útboð. Ríkið í útboð á lóð undir hjúkrunarheimili en sveitafélagið á lóð undir íbúi fyrir eldri borgara en hugmyndi var að sami aðilinn myndi byggja þetta til að auðvelda alla skipulagsvinnu. Í þeim draugum að samningi sem var lagður fyrir bæjaráði í vor var gert ráð fyrir útboði fyrir mitt ár 2025. Ríkið var sem sagt fullmeðvitað að við stefndum að uppbyggingu lífsgæðakjarna í Þursaholti og það var ástæða fyrir því að hort var til staðsetningar í Þursaholti í stað Lögmannshlíðar því þar var plássið og að mér vitandi var búið að ræða það við þáverandi þá heilbrigðisráðherra að það væri góð hugmynd. Annars þyrfti að bíða með uppbyggingu lífsgæðakjarna þangað til byggja eftir 4. hjúkrunarheimilið og þá mögulega í Hagahverfi sem gæti verið langt í enda ekki eins og byrjað á skipulagi þar, þannig að Þursaholti var bara ágætis hugmynd sem að var hægt að sætta sig á. Allt í einu á svo að gera ráð fyrir 40 rýmum í viðbót fyrir mögulega viðbyggingu í framtíðinu og gera engu uppbyggingu lífsgæðakjarni í Þursaholti og skipulagsráð kynnti því bara og bókar að það fagni byggingu hjúkrunarheimilis í Þursaholti sem lá nú þegar fyrir. Eins telur einsýnt að ef það eigi að taka frá pláss fyrir 40 rými til viðbótar í Þursaholti þá verður langt þangað til að við sjáum fram á í lífsgæðakjarni og Akureyri. Næsta uppbygging hjúkrunarrýma verður þá viðbygging við Þursaholt en ekki ný eining í lífsgæðakjarna í það sem kallað hefur verið Brynjólfshagi af mörgum. Auðvitað er jákvætt að gera ráð fyrir 40 rýmum í viðbót, en við höfum ekki hugmynd hvenær þau eigi að rísa og meðan hendum við til hliðar uppbyggingu á íbúum fyrir eldri borgara sem þýðir að á þessu kjörtímabili hefst engin uppbygging slíkra íbúða sem verður að teljast vonbrigði. Verð þá að nota tækifærið og hrósa því einkaframtaki aðila hér í bæ að kaupa heila blokk í Hagahverfi og leigja aðeins að sem við myndum að frekar kalla heldri borgurum. Að lokum langar mig það bara að ræða málefni eldri borgara í víðara samhengi en það tengist þetta allt saman, þetta helst allt í hendur. Uppbygging og endurbætur á hjúkrunarrýmum hefur gengið hægt síðustu ár. Samkvæmt samtali í dag er ekki gert ráð fyrir endurbætur á 22 rýmum á Hlíð ljúki fyrir hana ári en vonandi helmingurinn tilbúið næsta sumar, ástand sem hefur varað í að vera 3 ár. Hönnunarvinnan er byrjuð en eftir að bjóða verkið út. Eftir að ákveða hvað ég að gera við álmu 1 og 2 og meðan þessi rými eru lokuð og ekki búið að ákveða hvað ég að gera við elstu álmurnar, þá er mjög mikilvægt að framkvæmdum í Þursaholti frestist ekki enn frekar. Og ég velti fyrir mig hvort við höfum pínu sofnað á verðunum í hagsmunagæslu fyrir okkar íbúa í málefnum Hlíðar. Eins hefur dregist úr hófi útboð á nýju hjúkrunarheimili þrátt fyrir að skipulagið hafi verið tilbúið í byrjun kjörtímabilsins og svo í bestu viti búið að taka frá fjármagn bæði hjá ríki og sveitarfélagi. Það er óþolandi að við setjum ekki eldri borgar okkar í meiri forgang hverju sem það er svo að kenna þetta ef ekki gengið hraða fyrir sig. En það stóð ekki okkur við kláruðum skipulagið í byrjun kjörtímabilsins, þó að við höfum tekið síðan aðra vendingu seinna. Þannig það er bara frekar leiðilegt að fylgjast með þróun þessara mála síðustu ár. Fyrst átt að rísa fjöldi íbúa fyrir cirka 55 plús í Þursaholti, þar sem í allri hönnum var gert ráð fyrir þörfum eldra fólks og fólki geti búið lengur heima, en því miður varð ekkert af þeirri uppbyggingu þar sem ríkið eða HMS herti lánaskilyrði og nú sjáum við fram á að hætta við byggingu sambærilega húsa sem var þá búið að skipuleggja af bænum og átti að bjóða út og endurbótum á Hlíð mun ekki ljúka fyrir hana ári og óvissa framhaldi þar. Þetta er bara óþolandi staða. Þannig að seinkun og bæði endurbótum á rýmum á Hlíð og byggingu nýs hjúkrunarheimilis hefur valdið fráflæðisvanda á sak, aukið álag á Hlíð, aukið álag á stuðningsþjónustu og aðstandendur en kemur auðvitað verst niður á því eldra fólki sem svo nauðsynlega þarf á þessari þjónustu að halda íbúar okkar.
Þannig að mér finnst bara ekkert fagnaðarefni að enn og aftur eigi að ringla í þessu og gera engu ástæða þess að ákveður að horfa til Þursaholt í stað lögmannshlíðar. Það því með algjöru óbræði munninum sé ég samþykki að setja þetta breytta fyrirkomulagi auglýsingu, enda ekki mitt að standa í vegi fyrir uppbyggingu hjúkrunarrýma en lýsi þó enn og aftur vonbrigðum mínum yfir stöðu mála og tel að þetta mál hefði átt að koma inn á borð bæjarráðs, enda tókum við það fyrir í vor samkomulag við ríkið sameiginlega uppbyggingu í Þursaholti og ég held að við öll haldið að við værum á þeim kúrs. Þannig þetta kom algjörlega aftan að manni. Og ég velti fyrir mér hvort að það sé þá einhver ný stefna hjá ráðuneytinu að vilja ekki lífskeiðakjarna. Ég átta mig ekki á þessu. Þannig ég ætla að lokum að leggja fram bókum fyrir hönd okkar bæjarfulltrúa Gunnars. Lýsi með vonbrigði með breytt fyrirkomulag í skipulagi hjúkrunarheimilis í Þursaholti, enda telli við það tefja fyrir uppbyggingu lífskeiðakjarna á Akureyri. Áður lá fyrir samkomulag við ríki 80 hjúkrunarrými og uppbyggingu lífskeiðakjarna með íbúðum fyrir eldri borgara og viðræður staðið í nokkra mánuði hvernig þetta haga því útboði. Nú hins vegar gert ráð fyrir 40 rými til viðbútar fyrir framtíðar viðbyggingu sem tefur og torveldar framgang lífskeiðakjarna og gerir út þar hugmyndir í Þursaholti. Tafir sem munu valda því að á þessu kjörtímabili hefst engin uppbygging íbúða fyrir eldri borgara. Jafnframt hefur endurbótum á Hlíð seinkað og útboð á nýju hjúkrunarheimili dregist sem hefur haft neikvæð áhrif á þjónustu við eldra fólk og auki álag á heilbrigðis- og stuðningsþjónustu. Þannig að þrátt fyrir vonbrigði þá samþykki við að auglýsa breytt skipulag enda ekki ætlun og standi í veg fyrir nauðsynlega uppbyggingu hjúkrunarrýma. Við ítrekum þá gagnrýni okkar að fyrra samkomulag hafi verið virt að vettugi og teljum að farsælast hefði verið að vinna samkvæmt fyrirliggjandi stefnumótun. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir lokið máli sinna, orðið er laust. Næst tekur þið máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Ágæti forseti og aðri bæjarfulltrúar. Ég get fyrir mitt leyti tekið undir eitt og annað sem kom hér fram í orðum fyrrverandi ræðumanns og ég held samt ef við lítum framhjá þeim fresti sem verður sem afleitur að þá eftir 20 ár sem við munum kannski ekki öll lifa, þá munum við mjög fagna því sem hér hefur gerst og mun gerast í dag. Vegna þess að hjúkrunarheimili við Lögmannshlíð, það sem var áformað þar, var afleitt hugmynd. Hjúkrunarheimili við Þursaholt hins vegar afskaplega góð hugmynd. Ef við lítum á staðsetninguna, að þá er kjörið að hafa þarna einhvers konar bústaði fyrir fólk sem ekki mikið á ferðinni. Við skulum bara horfast í augu við það. Þetta inni lokað, þetta afkróað af þjóðvegi öðrum megin eða ekki þjóðvegi heldur mjög þungri umferð á annan veginn, snarbrattri klettahlíð á hinn veginn. Þetta afleitur staður, fyrir einhvers konar velferðarhreyfi stofnanir fyrir ellibelgi eins og mig. En frábær staður fyrir hjúkrunarheimili, frábær staður. Hins vegar skal ég alveg taka undir það að frestunin á lífskeiðakjarnanum slæm. Hún slæm. En hvað fáum við í staðinn? Kannski ekki ég, en líklega þið sem yngri. Það verður lífskeiðakjarni á þeim albesta stað sem hugsast getur í þessu bæjarlandi eins og staðan í dag. Þeim albesta. Það kemst engin annar staður hér í hálfkvisti við það að byggja lífskeiðakjarna fyrir ofan Kjarnagötu. Þar staðurinn nummer 1, 2 og 3, þannig að við skulum horfa til langra framtíðar, andofan í maga, við föllumst á að dráttur ekki góður, en eftir 20 ár, þegar við lítum tilbaka, þá munum við fagna þeim drætti sem verður á þeirri framkvæmd. Og það að við skulum fá hjúkrunarheimili á þessum stað, 100 til 140 rými frábært. Og vonandi verður skóflastungan tekin bara núna strax í október. Þannig við getum byrjað og síðan ráðumst við þetta stóra verkefni að skipuleggja lífskeiðakjarna fyrir ofan Hagahverfið, fyrir ofan Kjarnagötu
Brynjólfs saga, ég var að reyna að rifja þetta upp, Brynjólfs saga sem finnst stórkostlegt og þakka Sunnu Hlín fyrir að undirstreka það nafn. Þannig að öllu samanlögðu þessi ákvörðun góð sem við ætlum að taka hér í dag. Takk. Það var bæjarfulltrúi Jón Hjaltason, lokið máli sínu orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það er sjálfsögðu greiðlega mikið fagnaðarefni að það verði uppbygging hjúkrunarheimila og við erum nú öll sammála það og ég tel að sama hvernig hugmyndin kom fram að svo stækkun yrði frekar 100 rými í þessum fyrsta áfanga fremur en 80 sé góð og ég held að sé mjög gott líka að það verði rými í þessu haldi fyrir stækkunum alltaf 40 rými síðar. Eins og bæjarfulltrúi Sunna Hlín kom inn á þá er staðan og hefur verið alvarleg í varðandi hjúkrunarheimili eftir kyrrstöð í allt og mörg ár. En enga síður alls konar samkomulög í gegnum árin sem að þar sem að hjúkrunarheimili áttu að rísa, mér minnir að hafi nú verið eitthvað tíman, þetta er nú orðin ansi mörg ár, 2020 var eitthvað tíman undirritað samkomulag uppbyggingu, 2018 var gerð áætlun stór átaki uppbyggingu hjúkrunarrýma á landsvísu. Við verum auðvitað að sjá þetta raungerast hins vegar, sjálfsögðu, og það skiptir sköpum og það skiptir einmitt sköpum fyrir eldri borgara, aðstandendur þeirra, fyrir heimaþjónustu, heimahjúkrun, það skiptir miklu máli fyrir sjúkrahúsið og það skiptir máli bara í ofboðslega víðu samhengi. Uppbygging lífsgæðakjarna er auðvitað spennandi hugmynd og þó svo að það hnykri og eins og kannski bæjarfulltrúi Jón nefndi, kannski ekkit endilega á verri stað í framhaldinu því það mál var kannski ekki komið nægilega langt eftir því sem ég best veit og kannski er það gagnrýnin sem að bæjarfulltrúi Sunna kannski þess að horfa til ímynda ég mér og alveg þess virði að staldra við og hugsa hvort við hefðum átt að vera komin lengra á þeirri vegferð og auðvitað synda að ekkert gerist í því á þessu kjörtímabili. En það breytir því ekki að eins og bæjarfulltrúi örugglega Hallabjörg nefndi í upphafi þá er þörfin bara núna biðlistinn 80 manns. Það mun breytast hratt og vera mjög fljótt þörf á 100 og árinu við vitum af 140 ef ekki meira meðan við málfjölda þróun þjóðarinnar. Ég ætla að fá að leggja fram bókun sem er svo hljóðandi. Það er gríðarlega mikið fagnaðarefni uppbygging hjúkrunarheimilis við Þursuholt með alltaf 100 rými með möguleika á stækkunum 40 rými síðar sé að verða veruleika. Uppbygging lífsgæðakjarna er mikilvægt verkefni sem sveitarfélagið ætti að halda áfram að stefna að. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir, lokið máli sínu orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, það eru bæjarfulltrúar, ég skal alveg viðurkenna það, ég tek undir orð bæjarfulltrúa Sunnu með margt í þessu máli og það kannski helsta það sem að mann er búin að vera rúm 3 ár í pólitíkin að mann finnst allt ganga svo hægt sem er náttúrulega vist mjög algengt en ég velti fyrir mér bara hvort við séum á rétti leið í samstarfi við framkvæmdasýsluna og ríkinu. Kannski þurfum við að fara að breyta kúrs og kannski við byggjum þetta bara sjálf og gerum bara langtíma leigusamning við ríkið út í að þetta gengur rosalega hægt og hvort við sem að fara að ræða þetta allt næsta kjörtímabil voru bara jafnvel stressaði fyrir því. Þannig að ég held að það sé kannski einhver umræða sem við ættum kannski að fara að opna á. Hvort við þurfum ekki bara að fara að breyta stefnu. En ég held svona eins og hann bæjarfulltrúi Jón nefnir þá með lífsgæðakjarnan upp í fyrir ofan Kjarnagötu, þar segja fyrir neðan Naustaborgir sé algjör draumastaður og ég ætla að vona að við sem eftir yfir þetta ár og næsta bæjarstjórn er ekki gríðarlega áherslu að standa vörð við það verkefni og keyra það áfram út í að það telji vera mjög mikilvægt. En að sjálfsögðu skulum við vona og ég fagna því ef þetta verða 140 rými þá er það í besta mál en við skulum standa vörð lífsgæðakjarnan sem má ekki gleymast heldur. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jana Salome Ingibjargar Jósefsdóttir.
forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég get tekið undir með bæjarfulltrúa Sunnu. Þessi breyting kom svolítið flatt upp á mann, en að sama skapi þá auðvitað gríðarlega mikilvægt að fjölga hjúkrunarrýmum hér hratt og örugglega. Bókun skipulagsráðs fannst mér fanga þetta svona ágætlega, að því ber auðvitað fagna að það eigi að stækka hjúkrunarheimili við Þursaholt. En það gerir þó ekki lítið úr hugmyndum lífsgæðakjarna og ég tel brýnt að við leggjumst yfir það og förum í þá vinnu sem allra fyrst, svo það verði að veruleika fyrr en síðar. Ég vil leggja fram bókun sem hljóðar svo: það mikilvægt að flýta uppbyggingu hjúkrunarrýma á Akureyri eins og kostur er. Það breyta skipulagi sem var tilbúið seinka framkvæmdum, eins frestast uppbygging lífsgæðakjarna sem miður. Þó mikilvægt að fjölga hjúkrunarrýmum, þörfin brýn og því ber að fagna. Takk. Bæjarfulltrúi Jana Salome Ingibjargar Jósefsdóttir lokið máli sínu orðið laust. Sem fleiri ekki hvað því slóðs þessi geta samþægt að setja í auglýsingu sem gefa merki. Það eru öll